Eitt helsta kennimerki Skagastrandar hefur í mörg ár verið countrybær, en dagar hans eru liðnir og nú komin nýr vert og nýtt nafn á staðinn sem nú heitir Borgin. Við ætlum að fara inn og kíkja á hvernig þessi staður rekinn í dag. Hér var ekki veitingastaður. Hér var ekki staður fyrir túristan okkar að koma og ég kom heim og sko einfaldlega. Þú ert Skagstrandingur? Já. Hérna ég fæddur og uppalinn og lærði það sem að ungum mönnum kennt að vera brjálaðir. Varst þú brjálaður Skagstrandingur? Nei, ég var kannski bara glaður og virkur ungur drengur. Fluttir ungra heiman en vildir koma heim aftur. Af hverju? Vil ekki allir koma heim. Í mínu tilfelli var þetta klárt. Þegar ég sá þennan möguleika að koma heim með mína menntun og reynslu, þá hikaði ég ekkert við það. Það var eiginlega ekkert annað að gera en að bara slá til. Countrybær, og þú breytir countrybæ í borgina. Hvaða skírskotun það? Fjallið okkar hérna fyrir ofan. Fjallið mitt, og allir Skagstrandingar segja fjallið mitt, held ég, alveg örugglega. Og sjórinn fyrir fram að þig, þú elskar þetta? Algjörlega. Við ungu strákarnir, við ábyggilega fórum flest allir að sjó og ég líka náttúrulega. Þannig að þetta var mjög einfalt og auðveld ákvörðun fyrir mig. Komst hérna með fjölskyldu og þið eruð bara, eigum að segja, rífa þennan stað upp aftur? Við erum að rífa þennan stað upp og svo sjáum við hvert við náum ekki að rífa Skagastrand líka. Ekki það þess þurfi endilega. Skagastrand frábær og fallegur staður. En þennan stað, við tökum hann og gerum úr þessu flottan. Það ekkert svo langt síðan að þið opnuðu. Hvenær opnaði það nýja? 1. september 2014. Þá opnaði ég dyrnar. Og hvernig var þið tekið? Vel. Ég gæti ábyggilega notað fullt af orðum sem að lýsa móttökunum, en einfaldast að segja bara vel, frábærlega, fullt hús, algjörlega. Þú ert að gefa skólabörnum að borða í hátíðinu, og hvað ertu með þau mörg hérna? Þau eru einhvers staðar á bilinu 80-90. Það er svona rokkar svolítið hvað þau eru oft í viku og svo framvegis, og svo náttúrulega kennarar koma líka. Líka gestir og gangandi? Gestir og gangandi, að sjálfsögðu líka, já, það er allir velkomnir. Hér á að vera líf og fjör og það er það sannarlega. Hér er náttúrulega misjafnt, mismikið hvað koma margir þess utan, en garanterað alltaf einhverjir 80 hausar. Skiptir ekki máli að geta haft þetta opið að vetri til? Það er ekkert sjálfgefið á svona minnistöðum? Öllu máli. Skólamáltíðirnar eru náttúrulega, fyrsta lagi er þetta skemmtilegt og að geta komið aftur. Þetta var ekki þegar ég var í skóla, þá fórum við heim. Hér koma krakkarnir og þetta er frábært. Það er náttúrulega visst öryggi að hafa þau, en umfram allt náttúrulega að hafa opið. Og bara hafa opið. Hvað getur maður sagt þetta oft? Ef þú ert ekki með opið, þá kemur enginn. Ég sigli náttúrulega bara glaður af stað og áfram og held áfram að hafa gaman að því að vera komin heim. Ég veit ekki hvernig túristinn er í dag á Skagaströnd, en ég veit hann er. Hversu mikið veit ég ekki. Ég er náttúrulega ekki búin að búa hérna síðan 87. Þannig að við bara sjáum til. En það verður opið, það verður eitthvað gott og það verður gleði og glaumur. Hvernig mat ætlar að bjóða upp á til dæmis? Góðan mat, fyrst og fremst. Ég er náttúrulega með hafið og sjóinn og fiskinn sem verður alltaf aðall á Skagaströnd á mínu mati. Lamb. Við eigum alltaf þetta frábæra lamb og ég þarf að fara inn á Blönduós og sækja það í sláturhúsi. Það er ekki langt. Og markmiðið er náttúrulega að fara ekki langt eftir neinu helst. Við eigum berin hérna upp frá, við eigum þetta allt og það er engin ástæða til að fara yfir legginn og sækja þetta. En góður matur, en fjölbreyttur að sjálfsögðu. Við stefnum á að vera fjölbreyttir. Við seljum pítsur núna, við seljum pítsur sem náttúrulega og það sem fólk biður ekki síst. En á þetta ekki líka vera skemmtistaður? Þetta er náttúrulega bar.
líka og flott blanda. Hérna erum við náttúrulega með stóran sal sem við kallum gyllta salinn og þar getum við verið með dansiball. Þar var dansiball núna milli jól og nýárs. Það sem að togarinn okkar hélt sína ásáttíð og líf og fjör og mikið um manninn. Þú fórst að heiman 87 og hefur örugglega siglt heimsins höf og farið víða. Ekkert einmannlegt að koma aftur í lítið þorp? Nei, Jesús, nei. Magnað. Það sko, það fáði engin orð lýst fyrir mig að koma heim á þennan stað og upplifa þetta. Hafið, fjallið, kyrrðina, sjóinn, hljóðin, fólkið. Þetta er magnað.